Ferðafélag Akureyrar fagnaði 80 ára afmæli sínu fyrir stuttu en framundan eru spennandi ferðir og meðal annars afmælisferð félagsins í nýja skálan Lamba í Glerárdal. Já, ferðafélagið er stofnað minni með 8. apríl 1936 af nokkrum áhugamönnum hér ferðalög á þeim tíma. Þetta var það leyti sem bílaöldin var nú svo sem að gangi í garð og fólk fór að geta farið að ferðast eitthvað. Í Ferðafélag Íslands er stofnað 1927 að mig minnir og Ferðafélag Akureyrar er stofnað sem deild úr Ferðafélagi Íslands sem sagt 9 árum síðar og það er orðið 80 ára gamalt og fyrstu árin snerust nú mest bara að skipuleggja ferðir, það voru gönguferðir hérna á fjöllin og síðan var farið að fara náttúrulega meira í rútuferðir og svona því að þá var nú bílaeign ekki almenn, þannig að þetta voru aðrir tímar náttúrulega þá heldur en núna. Það tók ég alveg heilan dag og jafnvel meira að ferðast milli Akureyrar og Reykjavíkur þessum árum. Nú síðan upp úr 1940-50 þá fór félagið að huga vegagerð hérna upp úr Eyjafirði og ætlaði að opna veg upp Vatnahjalla. Þar unnu menn bara með hökkum og skóflum og taljum og drógu til steina og ætlaði að gera þar akferan veg upp og það svona tókst svona kannski má segja langleiðina en svo kólnaði þannig að það urðu meiri snjóar fram á sumar og þessi leið var aldrei svona vel fær og lagði svo af á endanum þegar var náttúrulega gerður vegur upp úr Eyjafirðinum. En þannig í lok þess áratugar 1948 þá byggir ferðafélagið skála upp í Laugafelli. Þannig fyrsti skáli ferðafélagsins því það var líka eitt af markmiðunum að þá að gera aðstöðu fyrir fólk til að geta farið á fjöll og ferðast. Þannig að eitt af því sem ferðafélagi gerir þá er að tryggja aðstöðu og byggja upp aðstöðu, ekki bara að leiðsegja fólki í gönguferðum. Já, þetta hefur þróast þannig með ferðamennskunni að útbúa aðstöðu og það var náttúrulega á þessum árum fórum að hugsa hérna austur og hérna fjöllin og hérna 1958 hefur farið að byggja skála í Herðubreiðarlindum. Menn sáu það sem svona fyrir hérna landið að komast á þann stað og svo náttúrulega gerist þarna öskjugos 1961. Framhaldinu því er farið að huga skálabyggingu í Drekagili og Drekja byggðu 1968. Og svo náttúrulega bara batna vegirnir, bílakostur landsmanna batnar og menn fara náttúrulega að ferðast meira sjálfir þannig að í dag náttúrulega er þá kannski meiri áhersla svona á gönguferðir hjá ferðafélaginu. Nú við vorum eina hjólaferð í vor kringum Mývatn með smá göngu, við gengum á Vindbelgjafjall og Hverfjall líka, þannig að þetta var virkilega góður túr. Þannig að þetta er svona kannski það sem er svona þróunin verið. Er áhugi fólks alltaf jafn mikill? Náttúran hefur ekkert breyst á þessum tíma eða hvað? Hefur hún breyst mikið? Nei, fjöllin eru náttúrulega alltaf á sínum stað en sko það er náttúrulega dálítið stórt mál hjá mörgum kannski að byrja að fara á stað. Og við eigum náttúrulega alveg fullt af fjöllum hérna í kringum okkur eins og þú sérð, Valaheiðina, Súlur og Hlíðarfjallið og Kaldbak og nefndu þetta bara. En þetta eru svona kannski full erfið fjöll til að byrja á og það er það sem við sjáum til dæmis á svæðinu í kringum Reykjavík. Það sem er mikil vakning í gönguferðum og stórir hópar að ganga að þeir eiga svona mikið minni fjöll til að láta fólk byrja á. En við eigum Kjarnarskóg og svona og gott að labba upp að gamla og svona byrja bara eitthvað þannig en fara svo á þessi fjöll hérna þegar lengra kemur því að ég held við getum alveg fullir það að svona fjallgöngur séu nú kannski bara, já ég segi ekki besta en mjög góð líkamsrækt og þarf ekki að kosta mikið. En það er mikilvægt að fara ekki á gestastað eða hvað? Já, því að stóra málið er bara að byrja og þá náttúrulega bara byrja nú lítið og svo vindur þetta upp á sig. Þið voruð að byggja nýjan skála, segðu mér aðeins frá aðdragandanum að því. Já, þá ertu að tala Lamba inn á Glerárdal. Glerárdalur er náttúrulega eitt nýtt útivistarsvæði, ekki nýtt, það er búið að gera það núna fólkvangi, það er nýlega sem var verið undirrita, var það ekki viljayfirlýsingum fólkvang í Akurabæ. Og það er 1975 sem að farið er með lítinn, já ég skulum segja bara skúr þarna inn eftir, þetta var gömul verbúð sem var út við út við Skjaldavík sem var dregin hann inn eftir á snjó 1975. Gistingpláss fyrir 6 manns og orðinn náttúrulega lúinn og lélegur. Svoleiðis að það var fyrir 2 árum sem að hann var endurbyggður og var byggður hérna í bænum og dreginn hann inn eftir á snjó. Og hverju breytir þetta fyrir ykkur að fá þennan skála? Er hann miklu stærri en hinn? Já, það er
mjög rúmt 16 manns í honum og alveg sér forstofa, þannig að þetta svona mjög góður, eins og maður segir, gönguskáli. Þetta náttúrulega opnar möguleikann að labba inn eftir og bara ákveða að gista og ætla svo að labba þaðan á einhver fjöll, þannig að þá kannski komin helgarferð. Eina vandamálið, getum við sagt, að ætla labbin í Lamba að þetta eru 12 kilometrar. Hann svolítið langt frá að ganga þetta, því að 12 kilometrar eru nú 12 kilometrar og verða 24 fram og tilbaka. Sko. Þannig að nú þekki ég ekki alveg hvernig það verður, en ef Glerárvann verður virkjuð þá að gera göngustíg hérna inn eftir, þá styttist leiðin vonandi og þá bara verður ennþá auðveldar að fólk labbi þarna inn á Glerárdal. Og hvað svo framundan? Núna náttúrulega sól og blíða og 2 ferðir á dagskrá komandi helgi. Á laugardaginn ganga hérna upp með Glerárni, skoða gilin hérna sem eru fyrir ofan gamla möl og sand og upp með gömlu haugana. Og svo á sunnudaginn ætluðum við að ganga inn í Lamba, vera með svona hálfgerða afmælisferð. Ég og Stefán Sigurðsson ætluðum að fara að leiða þá göngu og þetta á nú bara að vera róleg ferð og ef menn treysta sér í 20 km rólegt labb þá bara það minnsta mál. Þetta lítil hækkun til þess að gera, jöfn hækkun inn dalinn. Hvað gerist núna á morgun og hinn með veður og veðurspáin ekki góð, svo við séum bara alveg hreinskilin. Þannig í versta falli, nei við stjórnum því nú ekki og stundum bara göngum við rigningunni eða bara frestum henni þá einhverja daga eða viku. Það kemur í ljós, fólk bara fylgist með á heimasíðunni og Facebook síðu ferðafélagsins. Fyrir þá sem hafa áhuga á að ganga en svona kannski skortir kjarkinn til þess að fara á stað, hvernig hægt að bera sig að? Til dæmis með þennan leik hérna sem í gangi hjá okkur sem heitir Á toppnum og þetta gengur út á það að koma hérna niður á skrifstofuna, Strandgötu 23, skrá sig í leikinn, fá svona bók þar sem eru nokkur fjöll sem þarf að ganga á, þar þarf að stimpla í bókina, maður hafi komið þar, það stimpill í gestabókakassanum þar og það líka lykilorð sem má skrifa. Þetta allt mannanöfn í ár, þetta hafi verið blómanöfn og fuglastundum sko, en það mannanöfn núna, þannig að pínu saga í þessu. Þannig að það bara minnstamálið, koma hingað nyrðir, fá sér bókina og þetta byrja nú til dæmis létt, það ein stöðin nú bara fuglaskoðunarhúsið inn í Kjarnaskógi, þannig að það nú bara þægilegt að ganga þangað. Skólavarðan, Súlur, Hvammsfjall, Miðvíkurfjall, að mig minnir og þetta bara ágætt að drífa sig í þetta og menn hafa tíma til 15. september til að ljúka þessu. Þá skila þessu inn hérna og þá menn konið í pott og það verða dregnir út vinningar í lok september, byrjum október. Og stimpillinn á toppnum? Stimpillinn á toppnum, já. Glæsilegt. Takk kærlega fyrir þetta og til hamingju með afmælið. Heyrðu, bara kæra þakkir og vonandi bara sjáum við fólk meira að labba á fjöllum.